Í dag ætla ég að nýta flugu sem hefur reynst mér og mínu veiðifélögum einkar vel, sérlega í vatnaveiði gegnum árin. Þetta er Frisco sem að margir þekkja eftir Jón Helga Jónsson, en ég breyti honum aðeins og hjá hann svartan í þessu myndbandi. Virkar að sjálfsögðu í upphaflegu litunum, en þessi er ekki síðri, ég get sagt ykkur það. Nú ég kom með krók í væsinn, hann er frá Arex, heitir F2x540. Þetta er krókur með agnaldi, en ég er búinn að beygja það niður hérna hjá mér og þið ráðið að sjálfsögðu algjörlega hvað þið gerir. Þráðurinn sem ég ætla nú að draga frá Semperfli. Þetta er bara Classic Waxed svartur númer 12 eða 12.0 og þessi krókur númer 10. Ég myndi nú svona í flestum tilfellum nýta þessa flugu í númer 12 eða 14 jafnvel. En ég er bara búinn með þær stærðir, en við látum 10 duga í dag. Nú vöfin, það er silfurvír. Þessi er frá Venjard. Gríðarlega grannur, ætli hann sé ekki svona 0,1 mm. Gæti ég trúað. Byrja bara á því að festa hann hérna á nærhliðina hjá mér og fer svo upp og niður. Reyni að hafa þráðinn svona þokkalega flattan, sem að mér er ekki alveg að takast núna, en ég þarf bara að reyna að lifa með því. Og svo upp aftur. Nú ég hef legginn fremur grannan hjá mér. Upphaflega útgáfan frá Jóni, þá er hún svona töluvert bústnari hérna frambúkinn, en ég ætla að láta þetta duga. Það var bara að vefja. Svolítið fyndið þegar maður er vanur að nýta minni flugur og þegar maður fer að nýta á svona stóran krók, þá finnst maður þetta að taka eiginlega eilífð nánast. Festum þennan vír og jukum honum í burtu svona. Næsta efni er efni sem að við þekkjum öll mjög vel. Peacock fanir. Ég nota bara eina í frambúkinn. Það er yfirleitt nóg nema að efnið sé þeim mun verra. Að gæðum þar að segja. Þetta er til dæmis alveg hræðileg fönn. Sjáðu að hún er nánast nakin, ég veit ekki hvort ég náði að sýna ykkur hérna svona, nánast nakin hérna efst og hárin farin að detta út. Skiptum við bara yfir næstu. Tryggjum þetta bara og færum þráðið fram. Svona, hérna er ekkert vitlaust ef maður ætlar að láta fluguna endast. Það er alls ekki nauðsynlegt að sjálfsögðu. Setja hérna smá klístur, þetta er bara sapp. Peacock er viðkvæmt efni. Svo ef við bara þétt. Skiljum eftir pláss fyrir hausinn. Svona,
allt að gerast hjá okkur. Skeggið, það er hægt að nota hana, svartan. Ég er nokkuð viss að það sé þannig í upprunalegu útgáfunni. Ég ætla að nota hænu, svarta, þegar fanirnar eru aðeins mýkri, ekki eins stífar á hanan. Breytir ekki öllu. Tekið bara nokkrar fanir af stilknum og skeggið má alveg vera svona í lengra lagi, svona ekki fara yfir mörkin samt, en þetta er kannski í það mesta. Tósu þetta bara aðeins til. Svona. Setjum við 1, jafnvel 2 vafninga í viðbót. Áður við klippum. Glæsilegt. Nú, toppurinn hérna, hvað á maður að kalla þetta? Fálmarar, varla. Vænghús, segjum vænghús, það er vel við hæfi. Það er fesantil, bara venjulegur, náttúrulegur fesantil, ekkert að flækja þetta neitt. Sjálfsögðu hægt að nota tílfjaðrir, litaðar brúnar, ýmislegt í boði. Nú ég tek nokkrar fanir af. Sjáðu hvernig ég stilli þeim af hérna fyrir miðju. Það er ágætt að hafa það í huga þegar við erum að vefja, að þá vill þráðurinn stundum færa efni til. Það er að draga það til yfir á, sérstaklega á fjarhliðina. Þannig að oft, svona ef maður er ekki að fylgjast með og klárar að vefja og hnýta og binda endahnútinn og kíkja síðan ofan á fluguna, þá er þetta allt gengið til hægri og við ætlum að reyna að sleppa við það. Og til þess að gera það, þá er ágætt að halda efnið og bara fylgjast með hvað er að gerast. Nokkra hérna fyrir framann. Núna finnst mér ágætt að lyfta fluguna aðeins upp þannig að augað sé slúti ekki svona fram. Minni líkur á að það renni eitthvað fram af hausnum. Svona. Nú við snirtum þetta hérna á eftir. Ég geymi það vanalega þangað til síðast svona þegar ég er búinn að sjá hvernig hausinn gengur hjá mér. Hausinn er tvílitur, svartur að sjálfsögðu og síðan erum við með hérna Glowbrite númer 4. Það er rautt. Þetta er svona UV litur. Sumir hafa tröllatrú á því, segi ég. Aðrir hafa minni trú. Byrjaði bara að binda niður hérna endan. Færi þráðinn síðan hérna upp. Og til þess að þessi durgur hérna standi ekki undan hnútnum, eða svarta hlutanum á hausnum þar að segja, vegna þess að við ætlum að hafa hann rauðan hérna efst og síðan svartan fyrir framann. Þá er ágætt að taka hérna gaurinn, beygja hann upp og festa hann bara svona. Svo getum við klippt hann. Hvað haldið þið maður? Og þá er það bara nokkrir vafningar. Ekkert að fara yfir strikið neitt, þetta eru 3-4. Klípum hann síðan hérna með þræðinum. Svona, nú voru þetta nú alltaf smella saman hjá okkur og þá erum við bara hérna
klára svarta hlutan. Svona þá getum við snyrt fesantilið. Svona þá ekkert eftir nema að lakka. Eins og alltaf þá notum við alvöru lakk í hausana hjá okkur. Það ágætt að nota UV svona til þess að láta það líta eins betur út en ekki til þess að halda neina. Fyrir undir. Svona, svarti Frisco, þessi fluga er frábær í vatnaveiði og sem efri dropper. Tala nú ekki ef það er krókur kannski á endanum á tönnum og þessi fyrir ofan. Það er eiginlega uppskrift að góðum degi. Svarti Frisco, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.